Já, hæ. Nú ætla ég að gera fyrir ykkur spá, pikka pæl, völdu bunka og það eru 3 bunkar hérna að velja. Númer 1 er þessi hérna. Númer 2 er þessi hérna. Já, fyrsti var hérna íkorni og dreki. Sjá hérna. Og númer 2 er svona tígristýr á skateboard. Eða svona. Stíðin og geimiskulla. Og númer 3 er sérna, hrútur eða eitthvað svoleiðis. Með svona sleikipinna eða blöðru eða hvað sem þetta er hana. Kannski eitthvað, já, galdrastafur. Og svört kisa. Hann er númer 3. Og svo var ég með tímatöflu fyrir neðan vídeóið. Og þetta verður svona, já, þið velja bara bunga þar, sko. Og það er náttúrulega í lagi að velja fleiri en einn, sko. Og bara það sem að ykkar innsæi, þið svona að reyna að finna ykkar innsæi hérna að velja bunga. Og ég var reynda búin að hverju bunga er hérna líka stjörnumerkin líka, sko. Og við sjáum bara til hvað þið veljið, sko. Það er náttúrulega kannski ekki alveg að marka, en það getur kannski hjálpa til við að velja bunga. Og fyrsta bunga er vassberi, fiskarnir, meyja og nautið er í fyrsta bunga. Og svo í bunga númer 2 er bóamaður, ljónið, steingitinn og sportriki. Og í bunga 3 er vogin, hrúturinn, tvíburarnir og krabbinn. Svo segi ég þá eigi ég bara að velja eftir ykkar innsæi og þarf ekki endilega að vera þessi stjörnumerki, en það er kannski hjálpa til við að velja hvern bunga hérna. Ég ætla bara að byrja á, já, og svo reyndar ætla ég líka að biðja ykkur að hugsa spurningu og ég ætla að draga eitt af hérna englaspilunum fyrir hvern bunga, sko. Hugsið svo bara spurningu eftir hef komið að ykkur, eða kannski bara núna. Ég ætla að byrja þá á númer 1. Já, það sem ég er að hlusta á er Mystical Forest Native American Flute. Music for Awakening. Svona healing tónlist eða meditation. Já. Já, það að byrja á númer 1. Og þið fáið hérna World, heiminn. Sem segir mér það að þið eru bara komin á svona nýjan kafla. Það er svona eins og nýtt upp af, þeir eru svona búin að klára eitthvað. Gæti verið eitthvað
gæti verið þess svona eitthvað verkefni eða þá að þið eru svona að, já sumir gæti verið að fara í svona algjöra union svona við hvern, sko, eða bara við sjálfa sig. En mér finnst eins og að þetta sé, eins og það sé að klára kafla þegar að koma svona nýtt, það er svona nýtt upphaf af öllu svona. Og þetta er eitthvað sem er svona, gæti svona eitthvað samt við nautið og ljónið. Það er bara maí, júlí. Gæti verið eitthvað merkilegt komið á í dag fyrir, já, en það er svona eins og, mér finnst eins og nautið og ljónið, sem ég alveg hérna kallar á mig, sterkt hérna, og það er bara eins og, það er eins og eitthvað, gæti verið þessi svona endurfyndnir, eitthvað koma tilbaka, gæti verið eitthvað svoleiðis, sko. Og svo fengu hérna númer 31, Sesat Wisdom. Og það gæti verið að segja eitthvað svona mikið að skrifa og svona að vera að plana eitthvað. Það er eitthvað mikið verið að plana og verið að gera núna næstunni, eða kannski hafi að verið að því. Og það gæti verið líka eitthvað sem að mála líka. Og rosalega mikið svona, já, það er eitthvað svona hugmynd sem við fáum líka, sem að þið framkvæmið, eitthvað sem kemur inn til ykkar eða poppar upp hjá okkur. Gæti svona eins og ég segi, svona download eitthvað. Og það er svona eins og það er eitthvað samtidig sem að þið skrifið niður á plani eða eitthvað, það er eitthvað sem þið eru að skapa og gæti verið náttúrulega líka að eitthvað samtidig við að smíða og eitthvað slíkt, sko. Það er eitthvað sem poppar svona upp svona til ykkar. Gæti það verið að þetta tengist húsi eða sambandi líka, eitthvað samtidig það. Svo fengu þetta time to play, make time to dance and play. Mér finnst eins og að, sko, að það er svona eins og það, svona núna næstunni þið svolítið bara mikið svona að fara að gera eitthvað svona fyrir sjálfan ykkur, svona að hafa gaman og fara eitthvað og vera að gera og eitthvað fleiri, sko. Þið hafi kannski verið svolítið svona, hafi verið svolítið að, já, í svona hermöndmót eða svona draga ykkur tilbaka í svona að spá og spekla á hvað við að gera og svona ekkert verið svona tilbúin að vera svona kringu fólk og svoleiðis, sko. En það er eins og það komið núna breyting núna næstunni. Mér finnst eins og líka að það getur verið komið eitthvað svona eintileika líka sem að gæti verið líka eitthvað samt við ferðaðar líka. Það því world eða heimurinn líka, gæti verið líka eitthvað svona ferðalag eða fara til útlanda og eitthvað fleiri, sko. Þá gæti verið kannski eitthvað svona plan varandi það. Hjá einhverjum. Og þetta geti verið náttúrulega, það er ekki endilega útlanda, þetta geti verið bara innanlands og þetta er svona aðeins, geti verið svona kannski eins og hringferðin eða kringu landið og svona aðeins lengra heldur en bara uppi Sólbrekkuskóg eða eitthvað svona nálægt. Og þetta er svona eitthvað lengra. Og það er svona, já, það verður svona meira sumarið, við erum að tala um sumarsólstöðunar og það er eiginlega bara eins og sagt þetta er bara fyrsti dag sumarsins, eiginlega. Kallaninn.
Og svo fengum við hérna númer 20 og það kannski eitthvað varðandi töluna 20 eða kannski eitthvað tvítur eða eitthvað fleiri sko. Og þarna sko eins og mér finnst hérna líka, eins og eitthvað smá svona union, það getur verið samstarf eða þá að skrifa undir eitthvað. Það gætir líka verið union sko samband, að fara með eitthvað lengra eða eitthvað fleiri sko. Það er svona koma svona herra stig. Já, svolítið merkilegt hérna líka. Þið sjáum hérna hringina hérna. Þá líka hringur hérna. Ég var bara að taka eftir þessu. Og hérna líka. Svolítið merkilegt. Það er eins og bara, já. Kannski hafi verið svona, ekki vita hvert eigi að fara og hvað að gera, en svona, og núna næstin að vera bara svolítið svona mikil breyting með þetta að gera. Já, ég ætla að fá ástamóld. Og gæti verið eitthvað líka að kaupa sér bíl eða stækka við sig eitthvað varðandi það á næstunni. Já, það er eins og að segja svona eitthvað bætast við, eitthvað svona, eitthvað verða meira. Við fáum hérna, hvað það stendur hérna, Rædonus. Og þetta er eitthvað svona snákur eða eitthvað sko. Já. Það er eins og, það sé svona, já þeir eru svona nýtt upphaf, þeir eru að fara í nýjan ham, þetta gamla er búið, það er eitthvað svona, þeir eru svolítið þannig og svona, tilbúin að vera að gera og fara leikur og fara til útlandið eða ferðast til landið og svona bara yippie. Svolítið svona sem er að segja mér og það er svona þessi breyting sem er að koma, hérna númer 32. Hérna er 31, 32 og segir manni það að það er að koma svona, svona level up. Það er alltaf koma til ykkar sem eru búin að vera kannski að bíða eftir og svona búin að taka langa tíma en það er svona að klára eitthvað svona verkefni eða eitthvað fyrir sko eða þá eitthvað svona er að koma inn og eitthvað sem að sko þetta er eitthvað sem að þið hafa verið að hugsa líka og plana og það er eitthvað líka samt við réttlæti líka. Hvað er að koma inn fyrir Pile 1? Pile 1, hvað er að koma inn fyrir Pile 1? 4 cups, 10 cups. Það gæti verið eitthvað sé að koma aftur. Og 6 of Cups er eitthvað svona sem að hefur verið áður og já, þetta er eitthvað samt við fjölskyldin, eitthvað sem þurfti að kveðja eða svona, það verið eitthvað svona break up eða eitthvað fleiri sko en það virst þið eru svona að hýla frá því hérna kemur inn að temperance og þið, já, það er einhver sem vill koma inn og kannski biðjast afsökunar eða vill laga eitthvað og það getur verið bara þið sjálf
að þið viljið svona laga eitthvað sem hefur verið áður, sko. Þetta eitthvað svona tengis fjölskyldinni og eitthvað svoleiðis, sko. Gæti verið líka eitthvað manneskja líka. Gæti verið eitthvað í bogamannunum og gæti verið sporðdrykkjakrabbi, fiskur. Já, og það eitthvað svona sem vil koma inn aftur og þið viljið svona laga hlutina og þið svona, já, verið svona svolítið tilbúin í það, sko. Já, ég ætla að lesa hérna 20, hvað það þýddi. Hringurinn. Og við komum 16 mínútur. When given in love, a ring says, "My heart is in your hands." In Wicca, a ring may also be worn as a token of spiritual vows, used in a magical and ritual work, or as a reminder of personal power. Whatever other purpose the ring has, it is a symbol of commitment, an unbroken circle of trust. Þetta eitthvað samtið við það. Meaning, make sure your word of honor is trustworthy and hold others to the high standards as well. Honesty is the root of all worthwhile relationship. If you want to be able to depend upon others, be sure that you are dependable yourself. Og eða öfugt, promises may be broken if made hastily. Proceed with caution, take your time to be sure of your commitments and keep your relationship strong. Já. Og það gæti verið að hafi kannski verið áður svona ekki talað og ekki tjá sig og svona, og það eitthvað svona eins og vilja svona laga það eitthvað, sko. Að það sem þú vilt fá til þín, að þú gefur það til líka tilbaka. Og þetta eitthvað samt við heiðarleikann. Gæti að vera eitthvað svona óheiðarleiki áður eða eitthvað fleiri, sko. Og þetta eitthvað svona varðandi traustið. En já, skulum halda fram hérna. Já, ég ætla að fá eitt þessu hérna. Journey. Já, þetta eitthvað samtið við ferð, eða það var svona 10. Það eitthvað svona 10 líka það sem að það klárið. Og að fara eitthvað að gera eitthvað, það eitthvað svona nýr kafli algjörlega, sko. Og gæti verið líka flutningar líka. Og það eitthvað svona eins og, þú veist, svona að spá og spekulera. Já, einhverjum, sko. Þetta náttúrulega ágjöf allar, sko. Gæti líka varandi eitthvað svona fréttir sem þið fáið eitthvað líka. Já. Breyti og óvart tónlist. Já, það kannski eitthvað kemur upp á svona breyting. Skulum setja það bara hérna inn í piece. Það greinilega eitthvað hérna þegar ég gæti átt vona að eitthvað koma inn. Það eitthvað samtið við april, mæ, eitthvað samtið desember. Gæti eitthvað verið 54, 65, 45 og
35, 36, 40, já, 43. Þið megið hugsa einhverja spurningu. Þið fá svarið eftir í, þetta draga eitt hérna fyrir ykkur. Hugsa spurningu. Svo kemur hérna it's up to you. Þetta kannski einhver ákvörðun sem þú þarft að taka og ákveða sjálfur eða sjálf. Þetta er svona veltir eitthvað alltaf þér, svona, þetta er byrjað að fara. Þetta segja. Kannski er svolítið svona einhver mikil ábyrgð hjá okkur líka. Að, þú veist, við erum kannski að taka svona einhverja stórar ákvarðanir líka. Já, það er eitthvað samtíð við svona eitthvað plan eða eitthvað sem við hafa svona ákveðið að það breytist eitthvað, verður eitthvað öðru svona plan verður ekki alveg eins og þú ætlaði þér sko. En svo getur þú séð fram í haust að hlutina fara að ganga rosalega hratt og betur fyrir sér sko. Og það er kannski svona einhverju svona, það hafi verið kannski svona byrjun á sem verið með svolítið meiri væntingar og hlutirnir hafi gengur ekki alveg upp eins og þið vilduð. En svo í haust þá í ágúst sérstaklega það er einhver svona samningur, getur verið nýtt samband eða einhverjum eða þá ferðalag hjá einhverjum líka. Og já, ég ætla að fá líka hérna þetta og þessu hérna fyrir ykkur skjaldbaka, viti, gullfiskur, eitthvað ballerína eða eitthvað svona fimleika. Það er lykill, ugla, það er 2 lyklar. Gæti verið, já, getur verið bíll eða hús eða eitthvað fyrir sko. Og mikið af bláum lit hérna líka. Samskipti, mikið samskipti sem þetta er að svo opna fyrir samskipti eða eitthvað fyrir sko. Og þetta er svona læknir eða eitthvað svona íling. Það getur verið eitthvað samt við fyrir að fara til læknis eða ég held að segja. Svona, já, eitthvað svona skoða samt við heilsuna. Og það er drottning eða eitthvað kú, meina ég. Og hella, eitthvað samt við hellu, getur verið bærin hella, getur verið bara að hella eitthvað niður eða setja hellur. Það er eitthvað hérna líka, það getur verið sjaldgæfur fugl eða eitthvað sem kemur í heimsókn eða eitthvað sem kemur óvænt inn. Byssa, eitthvað sem byssu, svo fáið þið aftur skjaldböku. Og skjaldbaka er náttúrulega rosalega vitur og svoleiðis og svona rosalega sein. Gengur eitthvað hægt sko. Blóm, getur verið að setja niður blóm eða eitthvað fleiri sko. Með eitthvað hálfblóm eða eitthvað. Eða brotnað eitthvað. Kannski uppsker hann ekki alveg komið alveg hennar.
okkur samt við, þetta eitthvað, já, festingu og já, fyrir að laga okkar samt við, það getur verið kannski eitthvað í veggi, eitthvað rífa eða eitthvað svona, fyrir að laga eitthvað að festa eitthvað saman og eitthvað að malla eitthvað, svona, þetta ekki. Þið náttúrulega notið eitthvað eins að heilsa þetta hennar nummer 25 og ég ætla að fá líka hérna úr sirkusboxinu mínu bara svona okkur eitthvað það Happy Teacher kennari einhverjum með sítt hár, long hair Hyper, Fighter, einhver kannski með ADHD, Police og White Hair, Vacation. Það bara definitely eitthvað ferðalag með okkur. Þetta er eitthvað þetta. Big Eyes og Dennis. Það getur verið eitthvað samt í Danmörku eða tala dönsku eða eitthvað samt í dönskuna Danmörk. Og þið fáið hérna Communicate Clearly. Já, þið þurfið að eitthvað að opningu er greinilega eitthvað. Það er eitthvað samt við samskipti og eitthvað svona að ég skulle lesa hérna já, þetta er Okay. This situation requires very precise and careful communication. Don't assume that others involved understand what you want or need from them. In-person discussion are preferable, but if that's not possible, make sure that your communication method is very thorough. This card can indicate there has been a miscommunication that's creating a challenge for the parties involved. By clearing up any misunderstandings, you can heal the situation so that everyone can start moving forwards again. Já, það hafa orðið eitthvað samskiptaleysi og það getur verið að þið þurfið svolítið svona, já, kannski vita hvað þið viljið segja, eða svona, bara segja, bara já, það er eitthvað samt samskiptaleysi og það getur verið já, ég er erfitt með að tala núna, það getur verið eitthvað samt við að tjá sig. Tjáninga, eitthvað svona, tjáningu. Herjá, sko láta þetta bara duga fyrir ykkur. Bye. Já, hæ. Þeir sem völdu bunga 2, það var þessi og það er eitthvað tígristýri og hérna og mér fannst eins og hérna þess að völdu nr. 2 að þið eru svona á næstunni að fara að kaupa ykkur eitthvað svona sem getur svona eins og show-off eða eitthvað svona tæki eða gæti verið þess svona sko eitthvað vél eða svona geti þess svona verið hjól eða eitthvað svona faratæki eða eitthvað svona sem að geti verið kannski fell í sig eða eitthvað svona til þennan bunga sko eða svona eitthvað sem þeir eru bara glöð með og eitthvað fleiri sko gæti líka verið eins og
eins og það er svona skateboard, það gæti verið líka eitthvað samt við hérna eitthvað, já gæti ekki náttúrulega verið eitthvað fyrir börnin náttúrulega líka sko. Taka eftir það eitthvað gæti verið eitthvað samt við merki líka svona, það er eitthvað svona samt við merki og eitthvað samt við nóvember líka október, nóvember já það er þessi bunki já og það er svona næstunni hjá ykkur bunki 2 þá eru þið bara svolítið svona þeir eru búin að erfiða og búin að vera mikið að vera að gera og það er svona bara eitthvað tímabili svona núna í sumar og framöndan svona afreksturinn sko, þeir eru svo fara að sjá árangurinn hvað það eru og hvert þeir eru komin og allt svoleið sko. Og það geti verið líka svona andlega, ég veit ekki okkur þeir að segja það en svona já, þeir eru svona tilbúinir að gera hluti og vera að gera Sjö Pentacles er svolítið já, að setja niður eitthvað og svo bíða eftir afraksturinn og þetta er svona sem var og það getur verið núna eitthvað samt í júlí sem að þeir að sjá svona, meira koma inn kannski og það er svona hægt og stígandi og sjá meira koma inn það er svona já, það er svona balance og justice þið fáið transformation hérna Anubis Anubis og já og ég svona verið meira svona meira léttara og svona leikur að hann Abi hana líka hann er einhvers staðar næst uppi já og það er svona já og fólk svona þið getið fara að setja eitthvað svona herristall svona fólk svona lítur upp til ykkar og leitar á til ykkar og svona og eitthvað kannski getur verið að sjá fá svona viðurkenningu líka eitthvað hjá eitthvað svona samt við viðurkenningu og já svona já ef þeir ekki búin að viðurkenningu þá er svona viðurkenna þeir eru bara ná settu markmiði sko það sem svona voru búin að plana og já þið fengu aftur þetta transformation og það er bara svona nýtt upphaf og það er eitthvað svo þú þurft að losa eitthvað og það er bara svona já síðan að þetta er svo perla núni að þið sjálfur eru svona bara að skína meira og svona let love transform you forever og það er svona já, það sé ekki svolítið svona glow up hjá ykkur pæltu svolítið mikið þannig og það, já, sjá hvað kemur meira og þið fengu hérna númer 6 ég var alltaf bara að hugsa sveitina hérna líka ég sé hérna hrút og hund og eitthvað svona reyndir það gæti verið og svona já að þið svona einhver finnst eins og að þið hafi breyst svo mikið sjálf eitthvað neina eða svona það er þið að sjá að það gæti verið líka að þið að sé svona eitthvað svona í kringu okkur sjá eitthvað svona aðra breytingu eða kannski mannsku líka í kringu okkur gæti verið líka
að lesa þetta áður ég gleymi að sjá hvað ger ég við þetta? Er ég alveg bara Þetta númer 6, það bara júní, núna, það eitthvað svona, kannski júní sem að eitthvað kom inn sem að eitthvað langaði í og láta eftir kannski líka. Það lesa The God. The horned God is the divine masculine power found in the wild things of nature and the element cycles of life and death. Hérna kemur aftur life and death og það þetta transformation og það kemur rosalega sterkt hjá ykkur pæltöð. He is the embodiment of the vital life force itself. His pose in this card with one foot on the ground signifies his readiness to leap forward into action. He holds aloft the torque, symbol of leadership, and begin rule, for he is the lord of the beast who protects all living creatures. Meaning, take command of the situation with beneficence and confidence. If leadership is offered to you, accept it with humility and without false modesty. Take care to respect those who look to you for protection. When reversed, this card simply means that you have forgotten to reach out to the strengthening power of the God, so do it now. Og keywords are fertility, leadership, protection. Affirmation, I am under the protection of the horned God. Challenge, where do you need to speak up for injustice? Og gæti verið, að þið hafi haft erfitt með að standa með sjálfum ykkur og þess vegna kemur horned God hérna og hann ætlar að hjálpa ykkur og eins og það segja affirmation og bara að horned God hann ætlar að vera til staðar að hjálpa ykkur að leiða ykkur áfram og að þið eru í ykkar power núna eru þetta inn í það og þið þurfum svona svolítið bara vera sátt hvað þið núna af því það að koma alltaf svo meira inn til ykkar það kemur inn einhvern veginn svona eftir því já og það gæti verið eitthvað samt gæti verið eitthvað aðstoða ykkur eitthvað svona sameining og svona hjálpa stað eitthvað að því sé tvö svona hreindir á horninu líka og það eins og annar aðli kannski átt með að tjá sig kannski svona eitthvað svoleiðis það eitthvað og það gæti verið líka eitthvað sem kringu hjá okkur sem að hafa ykkur svona að hjálpa ykkur að koma ykkur að stað og núna getur þið svona bara frekar bara tekið stjórnina þið þurfið ekkert svona aðstoða þannig að þið eru í full power að verði það já, ég var búin með þetta hvað með áfram með fyrir pæl 2 Determination, perseverance leads to fortune. Já, það eins og þau bara var að segja. Þið eigi ekki stoppa, þið bara halda áfram. Það bara svo gott að koma til ykkar núna, bara áframhald. Það bara svona, heimur hérna, bara, hann, universe með ykkur,
stendur með ykkur. Og það er eitthvað, já, kom inn. Og það getur verið líka svona, það þurfa að vera háð einhverjum öðrum, þú veist, að þið eru ekkert háð neinum, sko. Og áframhald er líka svolítið svona peace, að svona samskipti verða svona miklu friðsælli og svona, og svona, já, gengur allt miklu svona betur, sko. Þið eru svolítið svona, orðið svona tengdara sjálfum ykkur. Já, ég ætla að fá hérna eftir þessu líka. Þetta er hérna Egyptian Gods Oracle Cards, Silvana Alasia. Hérna. Það sé þetta núna með 20 svona treysta á innsæð eitthvað svolítið, úst að það er svona svolítið að vera að segja ykkur það, skilur, að það er svona já, gæti verið kannski að koma líka barn hjá ykkurum líka hérna, kannski eitthvað samt við spá, samt við barn eða eitthvað, gæti verið eitthvað að kaupa eitthvað samt við það. Bátur. Gæti verið þessi svolítið svona mikið að spá líka samt við svona áframhaldi með heilsuna, með að fara í líkamsrækt og vera svona staðið svona, já, getur verið að fara að sjá svona árangurinn svona svolítið svona alveg fram í febrúar kannski. Eða svona þegar farið að byrja þar að segja. En ég sé svona eins og mér finnst eins og að segja eitthvað samt við æfingatæki og vera svona eitthvað að vera að gera. Og það er svona eins og að sé svona bara ákveðin. Og ég sé eins og hérna eins og að sé eitthvað að vera vikt eitthvað. Mér finnst það. Maður á að segja það sem maður finnst bara. Þegar maður er að spá. Svolítið virkar það. Og eitthvað samt hvítan líka. Hvítalitina og hvíti er svolítið svona, já, eitthvað sem er svona, eitthvað bjart og sannleikurinn og svona, kannski sjá sannleikann, tala líka bara frá hjartanu eða sannleikunum eða eitthvað. The truth. Já, ég ætla að svona framöndan. Gæti verið eitthvað samt við febrúar. Eitthvað sem maður vilja tala um eitthvað síðan þá. Gæti verið eitthvað samskipti. Já, það er eitthvað góða fréttir að koma inn, sko. Kannski er búin að vera að bíða svolítið eftir því og það er eins og að kom það inn og það er eins og þið getur svona að fara að halda áfram eitthvað með eitthvað. Gæti verið eitthvað svona eins og að vera að smíða, að vera að gera eitthvað, svona laga eitthvað.
hvað með pæl 2 áframhaldi? Framundan. Já. Nei, það eitthvað síðan í maí sem það eitthvað svona, já, það eitthvað svona væntingar sem þið hafi verið að bíða eftir og það myndi ganga þegar svona það eins og það hefur komið svona eitthvað svona breyting með að þurft að grúslega sterk skorpjón, það sportar ekki. Sjá, eitthvað svona til maí, nóvember. Já, það eitthvað eins og það verið svona eitthvað svik eða svona, það sem var að tala að þetta gera var ekkert úr því og það getur verið eitthvað svona kannski nálægt eitthvað sem hafa verið svona að gera eitthvað svona leiðindi en það eins og það sé bara búið og þeir eru svona svolítið að kveðja það svolítið sko. Já, getur eins og það hafi verið svona samstarf með öðrum að fólk hafi svona einhvern veginn svona verið að baktala eða eitthvað svona, eða vera að gera eitthvað svona, það er svo, þér leið eins og að þú hafi komið inn svona með sakleysi og sannleika og svo hafið eitthvað svona misskilið hlutina eða eitthvað sko. Það er eins og að fólk sé að sjá hlutina svolítið öðru ljósi kannski núna. En það breytingar núna hjá okkur. Og það eins og þeir að taka svona ákvörðun líka. Það gæti verið fréttir varðandi eitthvað flutninga kannski á einhverjum sko, þeir eru svona að taka ákvörðun eða hvort þið eigi að gera, getur verið svona með vafa með eitthvað svona og það gæti verið líka bara eins og eitthvað svona að fara eitthvað. Það getur verið ferðalag líka. Hjá einhverjum. Það eins og kannski þessi ákvörðun sem þið tókuð sem ég held að væri ekki alveg í lagi en svo það já eins og kom eitthvað upp á eins og var ekki nógu gott en svo verður þetta já þetta var ekki svona slæmt. Það var bara gott. Já. Það gæti verið líka já sjá bara hérna hvað kemur meira en það eins og það komið nýtt tækifæri og það getur verið tengt nýri vinnu þeir að taka svona ákvörðun á nýri vinnu gera svona vinnubreytingar eða eitthvað svolítið sko og ég sé hérna búamann og megi, tvíburan, nautmið og steingeitina það sportrygginn og krabbinn já, og svona framöndu verður svona já, það verður svolítið nóg að gera skilur og þeir eru staður að yfir standast eitthvað svona svona eins og eitthvað finnst eins og aðri haldið að segja svíkja eða eitthvað fleiri sko en það verður ekkert svoleiðis sko eða þá þetta hefur verið kannski í kringum hjá okkur kannski já það svo að draga við þetta að hugsa spurningu líka hérna hugsa hérna spurningu og pæl 2
fara því. Og eitt hérna líka verið pæltu. Já, það er einhverja fréttir. Sko er ljónsmerkinu líka hérna sem að getur verið óvandi peningur líka sem byggust ekki við líka á næstunni. Eða kannski komið inn sem að hefur getað móða úr sko. Og það er eins og, já, eitthvað finnst eins og þennan söguna Pentecost eins og þau hafi svona, loksins er þau bara komin á góðan stað, loksins. Það hafi búin að vera svona, þeirra svona hafa fyrir hlutunum og svo eru bara hlutunum svolítið góðu stað núna. Það er bara svona eins og bjart framundan og eitthvað svoleiðis. Og svo ætla ég að líka á þessu hérna. Það er krókódíll. Hafmeyja. Krókódíll líka er eins og það hafi verið ykkur í kringu hjá okkur líka sem að svona, þú veist þessu krókódíll þeir eru svona svolítið í leini og svo allt í einu bara koma þér og það hefur verið svolítið þannig. Og kannski hefur þessi manneskja verið eins og hafmeyja. Svona saklaus. Og kannast ekki við neitt. Og þetta er eitthvað sem þið þurftu að kvatta. Það er, já, sjá það er hann að kvatta og hnífur innan. Og þið svona, þeir eru búin að loka þessu, loka dyrnar og svona fólk í kringu hjá okkur. Síðan að slaufu, og það já, að loka fyrir, bara slaufa fyrir. Já, hérna kemur skateboard aftur og það er eitthvað samt við bíl, farartæki, fellihýsi, eitthvað svona, eitthvað sem þið getur verið rosalega ánægð með. Það er stafurinn G og U og mikið ávextir og það er eitthvað samt við, já, sjálfstraustið verður hjá okkur líka mikið betra núna framöndan. Og þið fáið hérna líka acorn, eitthvað svolítið í haus kannski, nei, það getur verið í vor. Og þið fáið hnefa, já, það er eins og hérna, okkur er hnefalega hamstri eða hvað sem þetta heitir, ég veit það ekki. Lás, afturslaufa og bíll, já, það er eins og þið þurft að loka ykkur kafla með ykkur mannski kringu okkur sko sem að það er mikið um lásirna og svona, þú veist. Það gæti verið líka, þú veist að læsi ykkur eða eitthvað fyrir sko. Gæti verið kannski eitthvað svona samt eða þjófnað eða eitthvað svolítið sko, það verið tekið frá okkur. Og svo er hérna líka riddaramerki, já. Það veit ekki alveg. Þá er það nokkur hérna fyrir ykkur. Það er bara það nokkur. Þið fáið Climbs Mountains. Það er eitthvað sem að búin að ganga yfir eitthvað, kannski bara að ganga fjalli en það getur verið líka svona eitthvað fjallganga eða svona artist.
Ég fær tvisvar artis. Hvað er örugglega það? Curious, Raspberry, Large Sizes, Knowing og Charming. Það getur verið eitthvað Charmer að koma inn til ykkar, Life Partner. Já, það getur verið bara eitthvað sem kringu hjá okkur. Eða koma inn, Dating Sites. Já. Blossa ykkur ástenna. Famous. Kannski eitthvað fræg manneskja. Á 49. Eitthvað samt við 49. Já, ég ætla að finna að það getur verið eitthvað 30, 32, 31, 75, 57, 35, 37. Já. Ég láta þetta bara duga. Svo fáum við svar á spurningar fyrir ykkur. Og það er There is something better. Það er eitthvað að koma inn til ykkar. Ég ætla að lesa. Það er eitthvað betra sem kemur þegar að koma inn. Það er þessi víster. Heaven has something wonderful in mind for you. However, it's not the same thing you have planned. Ask yourself what you would rather have, the very thing you're asking for something that would make you much happier and more fulfilled. Já, er eitthvað annað betra sem kemur í staðinn. Sometimes the divine has joys in store for us that we could never imagine on our own. Open your mind and heart to the possibility that you deserve even more than what you have been asking for. Trust your angel to guide you in a new and exciting directions. Það er eitthvað óvænt sem kemur inn hjá okkur. Þetta kemur inn sko, og þetta er eitthvað sem hefur verið bara eitthvað mjög hissa. Hvernig hlutirnir fara, það er svolítið þannig. Það er láta að duga fyrir okkur. Já, bye. Já, hæ. Svo vildu bunga 3. Það var hérna. Það er eitthvað hérna samt við júli sem er koma. Eitthvað svona sem kemur inn þá. Sjá. Magician. Fengu við hérna. Já, það sem ég fannst með bunga 3, það er eins og þið er svo óöppin með það sem þið eru að gera og þið eru eftir að sjá. Það er eins og þið viti ekkert hvað þið standið, hvað þið gera, hvort þið segja taka þessa leið eða þessa leið og svolítið þannig. En svo eru komið svona breyting og það er svona í júlímánuði verður svolítið meira þannig að þið viti hvað þið standið og þið viti hvað þið eru. Og svo er hérna Magician hérna komin hérna. Og hann er svona tilbúinn að, já. Það er eitthvað svona markmið kannski sem að þið hafi svona sjá árangurinn af í júlí eða eitthvað. Getur líka verið óvæntur peningur líka hérna hjá okkur. Getur verið líka eitthvað samt vinnu líka. Sem eitthvað kemur og býður að bjóða eitthvað vinnu eða eitthvað. Sér líka hérna byggar ás og það er eitthvað samt við ástina líka hérna. Ég veit ekki, það hefur svona verið kannski eitthvað óstöðugt samt við ástina eða eitthvað. Og það er eins og
það er verið að bjóða þér en þú veist ekki hvað þú vilt gera. Svolítið þannig. Og já, en júlímánuð verður meira svona samskipti og svona, opnara og svona hlutina bara gerast og það kemur eitthvað svona, já. Og þeir fengu líka þennan ég get ekki tala núna, resourcefulness og knum, ég veit ekki hvað að sjá á þetta, knum, K-H-N-U-M, þetta er eitthvað búið hérna og það er svolítið merkilegt að þetta er hrúturinn og það er kannski hrúturinn og gæti verið nautsmerki líka og það er eins og mikið að spá svona útlitið og það gæti verið líka eins og að sem verið að setja svona setja sig á harðan stall eða svona mikið að spá svona hvar þú ert og hvað þú ert að gera og eitthvað svona, það er eitthvað svona, ég veit ekki. Og það er hérna númer 21 líka. Það gæti verið svona svolítið svona level up eitthvað. Gæti verið eitthvað svona breytinga með já, svona útlitsbreytingar eitthvað, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki, það er eitthvað hérna. Já, það var að taka sig í gegn kannski, svona svolítið þannig. Þeir eftir að sjá svona árangurinn, svona júlí, svona þeir eru svona ánægðir með sjálfan ykkur og svona taka kannski svona transformation á útliti og klæðaburði, svolítið þannig. Live in the moment, what you're looking for is with you. Og svona, já, þið svona hafi kannski svolítið verið að leita svona út fyrir ramman en svo er þetta bara hjá ykkur, sko. Þetta veltir allt á ykkur og þið séu sátt það sem þið eru. Það getur verið, já, það er svona já, kemur eitthvað svona breyting, kemur eitthvað inn sem að þið byggust ekki við og svona breyting sem að, verður, það verður svona eins og bara ljós eða, bara svona, komur ekki alltaf svona, kemur svona eins og blass, svona, já, eins og fá svona uppgötvun, það er eitthvað svona uppgötvun með eitthvað. Gæti verið líka eitthvað sem þú er að mála eða eitthvað sem þú er liti. Svo fáum við hérna líka kísu númer 19. Eitthvað sem þú er 19. Kannski hjá okkur, eitthvað 19 ára kannski. Það lesa þetta, númer 19. Familiar. Animal friends have their own wild magic as well as instinct that ensure survival. A witch family is a sole companion, consulted on all matters both magical and mundane. Whether that family is a cat, as shown here, or other animal, bird, or reptile, the bonds are true through this lifetime and beyond. To share your life with a familiar is to access your own animal nature as well. Meaning, your connection to nature is strong now. Pay attention to your animal companion, both in the flesh and the fur and the feather, and on the etheric planes. A total animal may become known to you, calling for qualities that you have long possessed, but not made good use of.
reverse. Animal instincts are primarily about survival, which can result in nervousness. If you are not comfortable with your surroundings, make sure you are safe and secure. Já, gæti verið að hafa verið svolítið óörugg bara með hvað í lífinu og svoleiðis, sko. Og svona eins og þurfum við alltaf að vera að passa ykkur og svona, eitthvað líka. Og það svona þessi breyting sem eftir komin að þið eru svona detti inn að vera svona sáttari það sem eru og svoleiðis, sko. Og gæti verið bara frá því vor kannski. Eitthvað sem eitthvað komið upp á kannski líka. Sem svona breytt ykkur kannski líka. Og keywords: instinct, nature, companionship, affirmation, embrace my animal nature. Já, animal nature, það náttúrulega instinct og svona innsæði ykkar, að treysta svolítið á sjálf ykkur hvar þið eru og hvað þið vilja gera og þið fá ykkur hugmynd að framkoma, að fara og gera og vera að gera. Og vera svolítið þannig, þið verða svolítið að vera að gera og eru svona tilbúin í að fara eitthvað og já, svona verður svona meira reaction hérna, sjá hérna, það bara, þið verður svona já, mikið þannig. Já, eitthvað samt líka að það að passa sig, að vernda sig. Það gæti verið eitthvað svona, eitthvað komið upp og að það þurfti að flytja eitthvað eða fara eitthvað. Síðan að bát, það gæti verið eitthvað að sé að fara, eitthvað svona siglingu eða bátsferð eða eitthvað. Líka. Kannski eitthvað svona ákvörðun sem verið tekin. Mér finnst eins og þessi túnstrápari túnlið sem var núna. Þið eftir að sjá hlutina að þið eru vernduð og þið eru, það sem þið verið að gera, þið eru að fara á rétta stað og þurfum ekkert svona að passa ykkur eða eitthvað, sko. Þetta er alltaf komið. En það er eins og samt að þið eru að svona svolítið samt að passa ykkur svolítið, svona ef eitthvað finnst það. En það er eins og þið séu svolítið bara vernduð, það er bara þannig. Balance life. Love seeks your well-being. Já. Áframhaldi hjá okkur verður svolítið meira jafnvægi og mikið svona rauðan hérna líka. Það sem þið heldur að vera föst, eða myndi ekkert vera að breytast, þá eru eftir að sjá svona hreyfingu með það, svona góða breytingar. Og það er hérna, já. Já, það er spá þreytt eftir hérna 2 spátumana. Sjá hvað kemur meira hérna. Kemur þetta live in the moment, balance life. Framhaldið hjá okkur verður svolítið núna, eftir núna bara á næstunni. Það eru eftir að, það er eftir að koma inn meira til eitthvað svona, já, svona, að það sem áður var svona svart og glúmið eða, núna verður allt með svona
vera að gera og alltaf koma inn svona það sem eru búin að vera að bíða eftir. Já, getur verið svona að mála liti í kringum ykkur. Já, hvað er að koma meira inn fyrir pæl 3? Ten of Wands, Ace of Swords, King of Pentacles. Já, þeir svona, það búið að vera eitthvað svona erfiðleika með samskipti og eitthvað svoleiðis og getur verið líka varðandi peninga eitthvað svona, finnst þau þurfa að vera alltaf að ströggla og sama hvað þeir eru að gera, það er alltaf svona eins og fara aftur í þetta sama en það er komið svona breyting á því, sko. Já, eitthvað finnst þau svona eins og hafa verið svona svikin og eitthvað verið tekið frá okkur og það sem að við voru búin að vinna fyrir eða eitthvað slið, sko. Og það er þannig að, sko, þessi kafla er bara búið og þið sjáu svona bara, okkur eða þessu hlutinni fóru svona, skiljur. Þetta er eitthvað kannski sem þið þurftu að læra eða sjá eða eitthvað og þið fáið svona eiginlega svona uppljómum með það að gera. Það gæti verið líka sambandinn að koma inn hjá einhverjum kannski líka. Og flutningar. Það getur verið að kaupa nýjan bíl eða getur verið kannski að hafa verið vesen með bíl líka. Ég sé að það er að koma inn eitthvað svona nýtt tækifæri. Já, sum getur verið bara eitthvað sambandi við samband, nýtt samband eða það er ekki enn til að vera nýtt eða svona bara að kannski hlutin fara að ganga betur hjá okkur sem eru í sambandi og getur fara svona að horfa fram á við. Það er eins og að segja koma eitthvað svona nýtt tækifæri eða já, en það er kannski eins og já, þurfa að taka kannski líka ákvörðun hvað að gera og þurfa að horfa fram úr einhverju eitthvað, hvað þau er að gera. Það er svona eins og að sé svona smá svona eins og að fann, að veit ekki hvert er að fara, hvað er að gera, hvað að velja, eitthvað svona svolítið þannig. Og það getur við, já, svona júli, ágúst, það er svona, þið verður svona meira ykkur hvað þið vilja og eitthvað fleiri, sko. Það er eitthvað svona ákvörðunartaka sem það er að gera og það gæti verið líka þessi að bíða eftir einhverju fréttu líka og já, samt við peningaliðina sem eftir að verða mjög gott. Það er eitthvað samt við bíð, þá þeir að bíða eftir ykkur og bíða eftir svari og kannski finnst eins og það þurfti að vera alltaf að bíða eftir ykkur. Það er góða fréttir að koma inn. Það sem getur tekið svolítið þennan erfiða hjalla sem það er svona, já, þennan pirringu, bíð og ekkert að ganga eða svona hvað sem við viljum orða þetta. Það er hérna síðan Maut með Steingate, það er hérna líka Svífurinn hérna líka, krabbi, fiskur og sportdreki. Og meja. Já, það er, já, bara svolítið að treysta á svona ykkar innsæi líka. Það gæti verið eitthvað líka sem að er
er að sýna ykkur áhuga eða svona kannski eins og leyndur aðdáandi. Getur verið eitthvað fleiri sko. En það eins og að þeir eru svona innri sjálfskoðun eitthvað kannski líka. Já. Eitt fyrir pæl 3. Nú erum búin að hugsa spurningu. Ég ætla að leyfa bara að hugsa eina spurningu og ég ætla að draga eitthvað fyrir ykkur. Fyrir pæl 3. Já, tröst hérna. Bara treysta að hlutinir segja bara að betra staða. Það eitthvað sem að koma inn og það eitthvað sem að levela upp, og hlutinir að gerast, það eitthvað þrennt að koma inn líka, sko. Já, þið verðum líka kannski tengdar eitthvað hægja sjálfu líka. Og það bara þið sjálf, herra þið. Það meira hérna. Já, ég ætla að fá eitt af þessu líka. Það kannski búin að gera það. Þetta er 3. Genesis. Nú fáið þið líka það rauða hérna og hérna. Það eins og að þið búið svolítið, það svona innri viska. Það eitthvað sem þið hafið sem að þið getið fara að treysta svolítið meira á það sem að að koma til ykkar. Og svona meira voruð svolítið svona að horfa svona það sem var áður, en svo þið svolítið að fara meira í svona ykkar. Og það svona, þetta eins og eitthvað svona í framkvæmdum eitthvað plan, eitthvað sem að í raun og veru sko, allt sem að þið hugsið getið þið svolítið svona eins og batsitja, manifesta. Og það eitthvað að koma inn sko. Og það bara svolítið, svona leiðu þau fara að lifa í ykkar sannleika, þá kemur það inn. Truth and fairness. Númer 13. Eitthvað samt við 13, það kannski eitthvað. Tuttugu og 4, 19. Eitthvað 21, 27, 72, 71. Já, eitthvað samt við 19. 20. Já. Ekki hvað ég alveg satt að segja var svona eitthvað. Það var eitt innan viðbútt fyrir 3. Já, vonandi peningur og main person. Gæti verið eitthvað komin eitthvað óvænt og getur verið eitthvað manneskja líka sem kemur með aðstoða þig eða eitthvað sem þú lítur upp til líka.
Númer 27 og annar 27. febrúar, 2. september. Geta verið eitthvað samt við þetta sko. En það eitthvað hérna sem að þú lítur upp til eða eitthvað sem hjálpar og getur, það eitthvað svona samt óvænt peningar og góða fréttir. Og eitthvað samt ástæða líka hérna sko koma inn og það er svona bátur. Og það eitthvað sem að koma inn. Góða fréttir. Það eins og mér finnst, eins og með eitthvað svona siglingu eða eitthvað sko. Eitthvað hérna með hund líka. Open mind, gift of freedom. Og það svona, já. Replace the old cycle with a new and exciting one. Það að koma eitthvað svona nýtt inn. Svona nýja breytingar og það svona eins og, mér fannst það svona einhverju hugljúmum eða svona eitthvað sem að kemur öll að staða eitthvað. Og það eitthvað samt við gjöf líka sem kemur inn núna, getur verið bara, já. Eitthvað sem getur fagnað, eitthvað gjöf, eitthvað sem gefur eitthvað. Og það getur verið eitthvað sem aðrir sem að fylgjast með eða eitthvað svona og sjá hvað þú ert að fá eða eitthvað, ég veit ekki. Ég veit ekki hvað ég sé. Já, ég ætla að sjá bara hérna. Það allavega gott framöndan. Það eins og þeir eru bara svona vera þolinmóð sko og treysta að þetta mun koma inn. Take action. Já, kannski hafið ekkert verið að taka skrefin og ekki vera að gera, skilurðu. En svona hlutirnir var að breytast núna, sko. Þið eru að fara svolítið, já, það er svo þess að hugljúmun og post eitthvað svona og taka ákvörðun. Ég ætla að lesa það með þetta. Take action. The time has come to take action. Your angels are waiting for you to take this next step so that they can assist you along the path to your dreams. Do away with procrastination and uncertainty in your heart. You know what to do. Get going. Whether you're focused up on career, relationship, or some other topics, the fulfillment of your wishes isn't going to just fall into your lap. You must be actively focused on the pursuit you want, what you want. Já. Svolítið það er kannski að vera svolítið að segja ykkur að fara í það sem ykkur langar. Taka ákvarðanir, taka action. Ekki sitja bara heima. Bíða eftir að þetta komi til okkar. Því að, sko, við erum náttúrulega manifestarar og ef við gerum ekki eitthvað í því og segjum ekki hvað við viljum, þá gerist ekkert. Við þurfum að vita hvað við viljum líka. Já, að fá hérna líka þessu. Eitthvað samlega ekki fjólublára óst, en það svo þið svona verður svolítið meira tapt inn á sjálfan ykkur framöndan. Já, eins og sé að fara bara svona, að gera svona verða nýju þið eitthvað. Það eitthvað svona þannig í gangi. Ég sé hérna wine,
Eitthvað samt vínflösku, eitthvað setja hann á hilluna kannski. Eða þá taka hann úr hillunni. Gæti verið eitthvað samt hillu og vín. Vín. Svo hérna eitthvað Alien. Það eitthvað framandi. I want to believe. Svo fiskur hérna líka. Nú getur það eitthvað að segja að fara í veiði líka. Eitthvað plan með það. Eða vinna við kannski varðandi fisk. Og hérna fótbolti, amerísku fótboltinn. Já, þeir eru svolítið bara svona tilbúin í action og svona, og það getur verið líka svona auðvitað breyta til eða eitthvað svo líka kemur aftur þessi fimmleikakona alltaf eina ballerínan sko. Það er mjög liðið allavega. Já, ástalífið eftir að vera betra, það er að koma inn eitthvað annað svona transformation, það er svona nýju þið að koma inn og ég sé hérna N, Vaff, B, D, S, eitthvað samt nisti, eða mynd, eitthvað samt mynd. Getur verið mikið sko, myndir, gamla myndir kannski líka, uppröðun eða eitthvað. Já, hlutinni það sem hefur voru ganga hægt, það er svona endir og það sko. Og eitthvað samt við Halloween, svona breytingar sem maður getur séð þá. Og eitthvað samt við lækni eða heilsugæslu. Já, getur verið eitthvað samt við svefnin kannski líka. Þetta er ekkert hvað þetta er. Já. En það er alltaf sko, það þið fáið hérna 2 neisti, það er neisti. Já, kannski er neisti, ég ætla að segja nisti. Neisti. Já. Og það ég sé konu og karl. Það er mjög mikill neisti. Gæti verið eins og losti líka sko. Eða svona, já. Eitthvað samt skegg. Gæti verið líka eins og París. Það skeggi minnum á svona París, Frakkland. Það kannski ykkur að fara til Frakklands. Eða eitthvað svona. Það er góða fréttir alveg hana. Sem þið er búin að vera að bíða eftir að fá að heyra og það verða góða fréttir. Já. Svo láta þetta bara duga. Nei, ég ætla að fá líka þessu. Fyrir eitthvað pæl 3. Svona. Það er alltaf eitthvað líka óvænt sem kemur inn til ykkar. Mikið svona fjólublátt hjá okkur. Thin browns, það getur eitthvað með þunnar uppbrýr. All over. Divorced. Já, það getur verið, já, divorced. Painted. Það getur verið að mála eitthvað eða kannski mála yfir eitthvað.
Gangster. Eyes. Svona augun. Sensitive. Rough sex. Ég segi ekki þetta. Eitthvað með góðan allavega. Feminine body. Það mikið, já, svo að segja, losti, mikið svona chemistry á milli og eitthvað svona mikið ego. Og acts different. Já, eitthvað mikið í kannski egoinu sínu og svona, og haga sig kannski öðruvísi eða eitthvað svona út af egoinu og vernda sjálfa sig og eitthvað sem er mikið að segja sögur og eitthvað svona storytales. Red wine, kemur aftur vínið, red wine. Masculine body og trista divine timing. Það er bara svolítið þannig. Það er svona eins og smá bið, en svona, þetta er að koma inn. Something unexpected. Deal with the unexpected. Treat the unforeseen as a divine offering. Það er eitthvað sem kemur inn. Þetta er breyting. Kannski einhver, já, kannski einhver að breyta sér eða tekur sig á eða eitthvað, ég veit ekki. Það láta duga. Bye.